Lúkas 4. En Jesús sneri aftur frá Jórdan, fullur af heilugum anda. Leiddi andinn hann óbyggðina 40 daga, en djöfullinn freistað hans. Ekki neytti hann eins þá daga og þeir voru liðnir var hann hungraður. En djöfullinn sagði við hann, ef þú ert sonur Guðs, þá bjóð þú steini þessum að hann verði að brauði. Og Jesús svaraði honum, ritað eigi lifir maðurinn á einu saman brauði. Þá fór hann með hann upp og sýndi honum á augabragði öll ríki veraldar. Og djöfullinn sagði við hann, þér mun ég gefa allt þetta veldi og dýrð þess, því að mér það í hendur fengið og ég get gefið það hverjum sem ég vil. Ef þú fellur fram og tilbyður mig, skal það allt verða þitt. Jesús svaraði honum, ritað Drottinn Guðinn skalt þú tilbyðja og þjóna honum einum. Þá fór hann með hann til Jerúsalem, sett hann á brún musterisins og sagði við hann, ef þú ert sonur Guðs, þá kasta þér hér ofan, því að ritað hann mun fela englum sínum að gæta þín, og þeir munu bera þig á höndum sér að þú steytir ekki fótinn við steini. Jesús svaraði honum, sagt hefur verið, ekki skalt þú freista drottins Guðs þíns. Og djöfullinn hafði lokið allri freistni, vék hann frá honum að sinni. En Jesús sneri aftur til Galileu í krafti andans og fóru fregnir af honum allt nágrennið. Hann kenndi í samkundum þeirra og lofuðu hann allir. Hann kom til Nasaret þar sem hann var alinn upp og fór að vanda sínum á hvíldardegi í samkunduna og stóð upp til að lesa. Var honum fengin bók Jesaja spámanns. Hann lauk upp bókinni og fann staðinn þar sem ritað Andi drottins yfir mér, af því hann hefur smurt mig. Hann hefur sendt mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingum lausn og blindum sýn, láta þjáða lausa og kunngera náðarár drottins. Síðan lukti hann aftur bókinni, fékk hann að þjóninum og settist niður, en augu allra í samkundinni hvíldu á honum. Hann tók þá að tala til þeirra. Í dag hefur ræst þessi ritning í áheyrn yðar, og allir lofuðu hann og undruðustu hugnæmu orð sem framgengu af munni hans og sögðu, hann ekki sonur Jósefs? En hann sagði við þá, eflaust munið þér minna mig á orðtakið, læknir lækna sjálfan þig. Við höfum heyrt allt sem gjörst hefur í Kapernaum, gjör nú hið sama hér í ættborg þinni. En sagði hann, sannlega segi ég yður, engum spámanni vel tekið í landi sínu. En satt segi ég yður, að margar voru ekkjur í Ísrael á dögum Elía, þegar himinin var luktur í 3 ár og 6 mánuði og mikið hungur í öllu landinu. Og þó var Elía til engra þeirra sendur, heldur aðeins til ekkju í Sarepta í Sídónlandi. Og margir voru líkþráir í Ísrael á dögum Elísa spámanns, og enginn þeirra var hreinsaður heldur aðeins Naman sýrlendingur. Allir í samkunduhúsinu fylltust reiði þeir heyrðu þetta, spruttu upp, hröktu hann út úr borginni og fóru með hann fram á brún fjalls þess sem borg þeirra var reist á til þess að hrinda honum þar ofan. En hann gekk gegnum miðja mannþröngina og fór leiðar sinnar. Hann kom nú ofan til Kapernaum borgar í Galileu og kenndi þeim á hvíldardegi. Undruðust menn mjög kenningu hans því að vald fylgdi orðum hans. Í samkunduhúsinu var maður nokkur haldinn var óhreinum illum anda. Hann æpti hárri röddu, æ, hvað vilt þú oss, Jesús frá Nasaret? Ert þú kominn að tortíma oss? Ég veit hver þú ert, hinn heilagi Guðs. Jesús hastaði á hann og mælti, þegi þú og far út af honum. En illi andinn slengdi honum fram fyrir þá og fór út af honum, en varð honum ekki að meini. Felmtri sló á alla og sögðu þeir hver við annan. Hvaða orð þetta? Með valdi og krafti skipar hann óhreinum öndum og þeir fara. Og orðstýr hans barst út til allra staða þar í grennd. Úr samkundinu fór hann í hús Símonar, en tengdamóðir Símona var altekin sótthita og báðu þeir hann að hjálpa henni. Hann gekk að, laut yfir hana og hastaði á sótthitan og fór hann úr henni, en hún reis jafnskjótt á fætur og gekk þeim fyrir beina. Sólsetur komu allir þeir höfðu á sínum vegum sjúklinga, haldna ýmsum sjúkdómum og færðu þá til hans. En hann lagði hendur yfir hver þeirra og læknaði þá. Þá fóru og illir andar út af mörgum og æptu, þú ert sonur Guðs. En hann hastaði á þá og bannaði þeim að tala, því að þeir vissu að hann var Kristur. Þegar dagur rann gekk hann burt á óbyggðan stað, en mannfjöldinn leitað hans.
Þeir fundu hann og vildu aftra því að hann færi frá þeim. En hann sagði við þá: Mér ber og að flytja hinum borgunum fagnaðarerindið Guðs ríki, því að til þess var ég sendur. Og hann predikaði í samkundunum í Júdeu. Lúkas 5. Nú bar svo til að hann stóð við Genesaravatn og mannfjöldinn þrengdist að honum til að hlýða á Guðs orð. Þá sá hann 2 báta við vatnið, en fiskimennirnir voru farnir í land og þvoðu net sín. Hann fór út í þann bátinn Símon átti og bað hann að leggja lítið eitt frá landi, settist og tók að kenna mannfjöldanum úr bátnum. Þegar hann hafði lokið ræðu sinni, sagði hann við Símon: Legg þú út á djúpið og leggið netið þér til fiskjar. Símon svaraði: Meistari, vér höfum stritað í alla nótt og ekkert fengið, en fyrst þú segir það skal ég leggja netin. Nú gjörðu þeir svo og fengu þeir þá mikinn fjölda fiska, en net þeirra tóku að rifna. Bentu þeir þá félögum sínum á hinum bátnum að koma og hjálpa sér. Þeir komu og hlóðu báða bátana svo að nær voru sokknir. Þegar Símon Pétur sá þetta, féll hann fyrir kné Jesú og sagði: Far þú frá mér, Herra, því ég er syndugur maður. En felmtur kom á hann og alla þá sem með honum voru, vegna fiskaflans þeir höfðu fengið. Eins var Jakob og Jóhannes Sebedeusssyni félaga Símonar. Jesús sagði þá við Símon: Óttast þú ekki, héðan í frá skalt þú menn veiða. Og þeir lögðu bátnum að landi, yfirgáfu allt og fylgdu honum. Svo bar við hann var í einni borginni að þar var maður altekinn líkþrá. Hann sá Jesú, féll fram á ásjónu sína og bað hann: Herra, ef þú vilt, getur þú hreinsað mig. Jesús rétti út höndina, snart hann og mælti: Ég vil, verð þú hreinn. Jafnskjótt hvarf á honum líkþráin og hann bauð honum að segja þetta engum. En far þú, sagði hann, sýn þig prestunum og fórna fyrir hreinsun þína eins og Móse bauð þeim til vitnisburðar. En fregnin hann breytist út því meir og menn komu hópum saman til að hlýða á hann og læknast af meinum sínum. En hann dró sig einatt í hlé til óbyggðra staða og var þar á bæn. Dag nokkurt var hann að kenna. Þar sátu farisear og lögmálskennendur komnir úr hverju þorpi í Galileu og Júdeu og frá Jerúsalem, og kraftur drottins var með honum til þess að lækna. Komu þá menn með lama mann í rekkju og reyndu að bera hann inn og leggja hann fyrir framan Jesús. En vegna mannfjöldans sáu þeir engin ráð til að komast inn með hann og fóru því upp á þak og létu hann síga í rekkjunni niður helluþekjuna beint fram fyrir Jesú. Og hann sá trú þeirra, sagði hann: Maður, syndir þínar eru þér fyrirgefnar. Þá tóku fræðimennirnir og farisearnir að hugsa með sér: Hver sá fer með slíka guðlaustun? Hver getur fyrirgefið syndir nema Guð einn? En Jesús skynjaði gjörla hugsanir þeirra og sagði við þá: Hvað hugsið þér í hjörtum yðar? Hvort auðveldara að segja syndir þínar eru þér fyrirgefnar eða segja statt upp og gakk? En til þess að þér vitið að mannssonurinn hefur vald á jörðu til að fyrirgefa syndir, þá segi ég þér. Og nú talar hann við lamamanninn: Statt upp, takk rekkju þína og far heim til þín. Jafnskjótt stóð hann upp frammi fyrir þeim, tók það sem hann hafði legið á, fór heim til sín og lofaði Guð. En allir voru furðu lostnir og lofuðu Guð, og þeir urðu óttast slegnir og sögðu: Óskiljanlegt það sem við höfum séð í dag. Eftir þetta fór hann út. Þá sá hann tollheimtumann Leví að nafni sitja hjá tollbúðinni og sagði við hann: Fylg þú mér. Og hann stóð upp, yfirgaf allt og fylgdi honum. Leví bjó honum veislu mikla í húsi sínu og þar sat að borði með þeim mikill fjöldi tollheimtumanna og annara. En farisearnir og fræðimenn þeirra vönduðu við lærisveina hans og sögðu: Hvers vegna etið þér og drekkið með tollheimtumönnum og bersyndugum? Og Jesús svaraði þeim: Ekki þurfa heilbrigði læknisvið, heldur þeir sem sjúkir eru. Ég ekki komin til að kalla réttláta, heldur syndara til iðrunar. En þeir sögðu við hann: Lærisveinar Jóhannesar fasta oft og fara með bænir og eins lærisveinar farisea, en þínir eta og drekka. Jesús sagði við þá: Hvort getið þér ætla brúðkaupsgestum að fasta meðan brúðguminn hjá þeim? En koma munu þeir dagar brúðguminn verði frá þeim tekinn, þá munu þeir fasta á þeim dögum. Hann sagði þeim einnig líkingu:
Enginn rífur bót af nýju fati og lætur á gamalt fat, því að bæði rífur hann þá nýja fatið og bótin af því hæfir ekki hinu gamla. Og enginn lætur nýtt vín á gamla belgi, því þá sprengir nýja vínið belgina og fer niður en belginir ónýtast. Nýtt vín ber að láta á nýja belgi og enginn sem drukkið hefur gamalt vín vill nýtt, því hann segir, hið gamla er gott. Lúkas 6. En svo bar við á hvíldardegi að hann fór sáðlönd og tíndu lærisveinar hans kornaugs, neru milli handan og átu. Þá sögðu farisear nokkrir, hví gjörið er það sem ekki er leyfilegt á hvíldardegi? Og Jesús svaraði þeim, hafið þér þá ekki lesið hvað Davíð gjörði hann hungraði og menn hans? Hann fór inn í Guðs hús, tók skoðanabrauðin og át og gaf mönnum sínum, en þau má enginn éta nema prestarnir einir. Og hann sagði við þá, Mannsonurinn er herra hvíldardagsins. Annan hvíldardag gekk hann inn í samkunduna og kendi. Þar var maður nokkur með vistna hægri hönd, en fræðimenn og farisear höfðu nánar gætur á Jesú, hvort hann læknaði á hvíldardegi, svo þeir fengju tilefni að kæra hann. En hann vissi hugsanir þeirra og sagði við mannin með vistnu höndina, statt upp og kom hér fram. Og hann stóð upp og kom. Jesú sagði við þá, ég spyr yður, hvort er heldur leyfilegt að gjöra gott eða gjöra illt á hvíldardegi, bjarga lífi eða granda því? Hann leit í kring á þá alla og sagði við mannin, réttu fram hönd þína. Hann gjörði svo og hönd hans varð heil. En þeir urðu æfir við og ræddu sín á milli hvað þeir gætu gjört Jesú. En svo bar við þessa mundir að hann fór til fjalls að biðjast fyrir og var alla nóttina á bæn til Guðs. Og dagur rann, kallaði hann til sín lærisveina sína, valdi 12 úr þeirra hópi og nefndi þá postula. Þeir voru Símon, sem hann nefndi Pétur, Andrés bróðir hans, Jakob og Jóhannes, Filippus og Bartolómeus, Matteus og Tómas, Jakob Alfeusson og Símon kallaði vandlætari og Júdas Jakobsson og Júdas Ískariot sem varð svikari. Hann gekk ofan með þeim og nam staðar á sléttri flöt. Þar var stór hópur lærisveina hans og mikill fjöldi fólks úr allri Júdeu frá Jerúsalem og sjávarbyggðum Týrusar og Sídonar komið hafði til að hlýða á hann og fá lækning meina sinna. Einnig voru þeir læknaðir þjáðir voru af óhreinum öndum. Allt fólki reyndi að snerta hann því að frá honum kom kraftur læknaði alla. Þá hóf hann upp augu sín, leit á lærisveina sína og sagði, sælir eru þér fátækir, því að yðar er Guðs ríki. Sælir eru þér sem nú hungrar, því að þér munið sattir verða. Sælir eru þér sem nú grátið, því að þér munið hlæja. Sælir eru þér, þá menn hata yður, þá þeir útskúfa yður og smána og bera út óhróður yður vegna mannsonarins. Fagnið á þeim degi og leikið af gleði, því launiðar eru mikil á himni, og á sama veg fóru feður þeirra með spámennina. En vegiður þér auðmenn, því að þér hafið tekið út huggun yðar, vegiður sem nú eru sattir, því að yður mun hungra, vegiður sem nú hlægið, því að þér munu síta og gráta. Vegiður þá eru allir menn tala vel yður, því á sama veg fórst feðrum þeirra við falsspámennina. En ég segi yður á mig hlýðið, elskið óviniðar, gjörið þeim gott sem hata yður, blessið þá sem bölva yður og biðji fyrir þeim misþyrma yður. Sláið þig einhver að kinnina skaltu bjóða hina og taki einhver yfirhöfn þína skaltu ekki varna honum og taka kyrtilni líka. Gef þú hverjum sem biður þig og þann sem tekur þitt frá þér skaltu eigi kræfja. Og svo sem þér viljið að aðrir menn gjöri við yður, svo skulu þér og þeim gjöra. Og þótt þér elski þá sem yður elska, hvaða þökk eigi þér fyrir það? Syndarar elska þá líka sem þá elska, og þótt þér gjöri þeim gott sem yður gjöra gott, hvaða þökk eigi þér fyrir það? Syndarar gjöra og hið sama. Og þótt þér lánið þeim sem þér vonið að muni borga, hvaða þökk eigi þér fyrir það? Syndarar lána einnig syndurum til þess að fá allt aftur. Nei, elskið óviniðar og gjörið gott og lánið án þess að vænta nokkurs í staðinn, og launiðar munu verða mikil og þér verða börn hins hæsta, því að hann góður við vanþakkláta og vonda. Verið miskunnsamir eins og faðir yðar miskunnsamur. Dæmið ekki og þér mun eigi dæmdir verða.
Sakfellið eigi og þér munið eigi sakfelldir verða. Sýknið og þér munið sýknaðir verða. Gefið og yður mun gefið verða. Góður mælir troðinn skekin, fleytifullur mun lagður í skautiðar. Því með þeim mæli sem þér mælið mun yður aftur mælt verða. Þá sagði hann þeim og líkingu. Hvort fer blindur leitt blindan, munu ekki báðir falla í gryfju. Ekki lærisveinn meistaranum fremri, en hver sem fullnuma verður eins og meistari hans. Hví sér þú flísinu í augu bróður þíns, en tekur ekki eftir bjálkanum í auga sjálfs þíns? Hvernig ferð þú sagt við bróður þinn? Bróðir, lát mig draga flísinu úr auga þér, en sér þó ekki sjálfur bjálkan í þínu auga. Hræsnari, drag fyrst bjálkan úr auga þér, og þá sérðu glöggt til að draga flísina úr auga bróður þíns. Því að ekki til gott tré beri slæman ávöxt, né heldur slæmt tré beri góðan ávöxt. En hvert tré þekkist af ávöxtu sínum, enda lesa menn ekki fíkjur af þyrslum né vínber af þyrnirunni. Góður maður ber gott fram úr góðum sjóði hjarta síns, en vondur maður ber vont fram úr vondum sjóði. Af gnægð hjartans mælir munnur hans. En hví kallið þér mig herra, herra, og gjörið ekki það sem ég segi? Ég skal sýna yður hverjum sá líkur sem kemur til mín, heyrir orði mín og breytir eftir þeim. Hann líkur manni byggði hús, gróf djúpt fyrir og grundvallaði það á bjargi. Nú kom flóð og flaumurinn skall á því húsi en fékk hvergi hrært það, vegna þess að það var vel byggt. Hinn heyrir og gjörir ekki, líkur manni sem byggði hús á jörðinni án undirstöðu. Flaumurinn skall á því og það hús féll þegar og fall þess varð mikið.